Nóbelsverðlaunaskáldið Halldór Kiljan Laxness lést í febrúar á 97. aldursári. Við andlát Halldórs Laxness þakkar þjóðin skáldverk sem eru slík að án þeirra ógerlegt að skilja til hlítar sjálfstæði og sjálfsvitund Íslendinga. Þegar Íslendingar horfa aftur til 20. aldar munu þeir flestir staldra við nafn hans, ekki vegna þess að hann var nánast samtíða öldinni, heldur vegna þess að hann bar vonir hennar, þrár og drauma og jafnvel martræðir í sjálfum sér og orðaði þær af fágætri snilld. Listamenn efndu til samverustundar á Ingólfstorgi í minningu skáldsins, þar sem flutt voru ljóð og lesið úr verkum þess. Útför skáldsins var gerð á vegum hins opinbera og fór fram frá Kristkirkju í Reykjavík að kaþólskum sið. Halldór var skáld samúðarinnar, fegurðarinnar og hinnar heilögu návistar, sagði séra Gunnar Kristjánsson meðal annars í minningarorðum hann. Og einatt í eldlínu hinnar pólitísku baráttu. Bálför fór fram frá Fossvogskapellu en á sumardaginn fyrsta sem bar upp á fæðingardag Halldórs var kér með ösku þjóðskáldsins jarðsett í kirkjugarðinum á Mosfelli.